Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á þessum miðvikudegi í miðjum kórónufaraldri, í upphafi kreppu. Við erum alltaf að reyna að glöggva okkur á því hvað svona samfélagi við búum í á þessum óvissu tímum, háskatímum. Til að hjálpa okkur í kvöld kominn góður hópur fólks. Hér Logi Einarsson sem formaður Samfylkingarinnar. Sonja Þorbergsdóttir sem formaður BSRB, Þuríður Harpa Sigurðardóttir sem formaður Öryrkjabandalagsins og Jón Þór Ólafsson sem ég veit ekki til þess að sé formaður einstæðars, en hann þingmaður Pírata. Ég er vist formaður Pírata núna, ég vann það í hlutkesti, við köstum hlutkesti og svo afsölum við launum okkar á formannsálaginu. Ég biðst afsökunar á að hafa ekki vitað það. Það veit enginn. Nei, en það vita allir núna því það hlusta allir á Rauða borðið. Þannig að hér eru bara formenn og sko, það svona síðustu daga þá hefur maður orðið varfið að það svona beigur í samfélaginu að því að tölurnar, við lifum alveg eftir því hvað eru margir smitaðir og svo ég tala ekki þegar að koma fréttir af því að fólk að deyja úr COVID, að þá finnum maður alveg að það hefur áhrif út allt það samfélag. Og annað sem maður líka var við að þessi svona einangrun sem að fólk í, að maður finnur það alveg á fólki, að fólk svolítið svona langþrátt á því að fá bara, svona félagslega næringu. Þannig að þetta svona dabri tímar sem að við erum að upplifa. Ég má byrja á þér, Þuríður. Hefurðu svona tilfinningunni að framundan séu svona dabrir vetramánuðir þar sem að við verðum meira og minna inn og út úr sóttkvíum og verði takmarkanir? Það eru að boða enn harðari takmarkanir. Það vantar að taka mútið af. Kveikja á míkrafónum. Já, ég er bara ansið hrædd að við séum að sigla inn í þannig tíma og ég bara finn það á fólkinu kringum mig að það kvíðir fyrir vetrinum og það hjálpar auðvitað ekki til að fólk kvíðir því líka að kannski sé erfitt að komast í læknismeðferð. Það verði ef við færa tilfinninguna að það megi lítið út að bera til þess að sjúkrahúsin okkar séu bara á algjörlega hliðinni og þar örugglega mjög mikil þreyta orðin í bara því starfsfólki sem þar inni og búið að leggja líf sitt og limi í hættu og þannig að ég held að við stöndum frammi fyrir talsverði áskorun sem þetta vetur getur orðið. Og ég líka, það ágjöra fólki sem að glímir við gerannar áskorun eða gerannar vanda. Ég held að það geti líka farið mjög illa í þann hóp og það kom ekki til með að lagast í vetur. Það þurfti að stíga dálítið, við þurftum að sjá einhverjar miklar aðgerðir í það veru að reyna að mæta fólki, bara almenningi í þjóðinni, varðandi geðheilbrigðismál, til dæmis á þessum tíma. Og mér finnst svona vantar dálítið mikið upp á aðgerðir þar. Logi, þegar að allt fór á hliðina á Ítalíu, sérstaklega á norður Ítalíu í fyrri bylgju, fyrstu bylgju, þetta er hvernig menn vil orða það, að þá var mikið rætt að ástæðan fyrir því að heilbrigðiskerfið lagðist á hliðina og læknar stóðu frammi fyrir bara rillilegri stöðu að þurfa að hafna fólki sem þeir gátu bjargað þess að það var bara ekki aðstæða til þess. Þá var umræðan það að það hefði verið búið að skræla heilbrigðiskerfið algjörlega innan. Það þyldi ekki nema hinn allra besta dag, svo leið og COVID kom yfir að þá bara hrundi kerfið og það þoldi ekki álagið. Núna eru við með alls konar reglur til þess að vernda heilbrigðiskerfið. Það er búið að banna aðgerðir út í bæ einkastofum lækna því að ef það fær eitthvað leyti úrskeiðis þá getur Landspítalinn ekki tekið við sjúklingunum. Getur að verið að á nýfallsárunum að þá höfum við bara gengið svo nærri heilbrigðiskerfinu að það þolir þetta ekki. Það ekki nema rúmlega 50 manns inn á Landspítalanum, einn á gjörgæslu síðast þegar ég kíkti. Þetta kannski, þá getur maður veltið fyrir svo að Landspítalinn er ráðið við alvarlegt rútuslys. Og við höfum að minnsta kosti
ekki tekið það nógu alvarlega hvað þessir innviður okkar skipta miklu máli. Og ef við hugsum nú tilbaka til bara febrúar áður en að veiran gerði vart við sig hér, þá var dag eftir dag í blöðum og þingi umræða neyðarástand á Landspítalanum. Og þá sá fólk þetta ekki fyrir sér sem að nú að gerast. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst og ef einhvern tímann hefur verið ástæða til þess að taka það alvarlega að ríkisvaldið þarf að standa fyrir öflugri grunnþjónustu á mörgum sviðum, að þá sá tími núna. Þú nefndir einmitt þessar aðgerðir sem eru gerðar út í bæ sem ekki hægt að gera af því að Landspítalinn ræður ekki við. Það nefnilega einn angi þessar umræðu þegar að fólk að tala hvað hagkvæmt að láta gera hlutina á einkastofum út í bæ. Það felst náttúrulega í því að ríkið tekur svo á sig alla ábyrgð ef eitthvað gerist í aðgerðum. Þannig að ég býst við að ef við myndum nú reikna þann kostnað til enda, að þá myndum við fá enn betri sönnun fyrir því að opinber heilbrigðisþjónusta hagkvæmust, hún best og hún auðvitað réttlætust vegna þess að hún á, að minnsta kosti, að gefa öllum jafnt tækifæri og rétt. Þannig að já, ég held að við höfum alveg örugglega gengið of langt til þess að í því að tálka okkar innviði inn að beinum. Sonja, BSRB hefur, þetta sem ég nefndi, BSRB hefur eiginlega verið sá armu verkalýðshreyfinganna sem hefur harðast barist gegn einkavæðingu í gegnum tíðina. Og innan ykkar vébandi líka fólk sem hefur fundið fyrir svona niðurskurði og hvernig hefur í nafni hagræðingar verið aukin vinnuálag hjá fólki. Finnst þér þetta einhvern veginn kristallast í stöðunni sem núna eða erum við of dramatísk hérna við hinn? Nei, það hefur verið umræða hjá okkur í þó nokkur ár að í kjölfar hrunsins að þá var skorið svo bara að það var skorið inn í bein, það var ekki bara skorið að beini, öll þessi grundvallar þjónusta og raunverulega af því að þetta að miklu leyti til, þetta ekki áþreifanleg verðmæti. Þetta ekki húsbyggingar eða eitthvað álíka, heldur einmitt reynir á þetta á stundum sem þessum, að þá einhvern veginn gengur þetta upp í skammtíma útreikningum, en það aldrei horft til langs tíma. Og þess vegna, eins og til dæmis þegar við erum undirbúið verkfallsaðgerðir, að þá það ótrúlegt að sjá það að þá eiginlega besta mönnunin á öllum þessum stofnunum, af því að þá þurfum við að vera með fólk að starfa á undanþágu þegar það verkfall í gangi, að það vera lágmarksmönnun. Og það eiginlega einu skiptin á undanförnum árun sem að raunverulega næst að tryggja þetta, þannig að það sé bara nægur mannskapur á svæðinu. Og það sem við hefum líka verið að benda á að eins og staðan núna, þá þetta fyrst og fremst fólkið sem að bjarga okkur út úr þessu ástandi. Það að hlaupa hraðar og leggja meira á sig, en maður hefur verulegar áhyggjur af því að þau eigi einfaldlega ekki orkutankin til þess eftir undanfarin ár. Þetta á stórum hluta til... Og fólk bara að snúa aftur til starfa eins og þegar lokust deildina þá kemur bara fólk úr bakvarðarsveit og formaður sjúkraliðafélagsins mættur í vinnuna og þarf til göttunum. Þannig að það er svo augljóst hvað kerfið veikt að það þolir eiginlega að valla þetta sé með í hósta á það, þá allt komið úr skorðum. Já, það nefnilega málið, það leggjast allir á eitt og þannig erum við og það auðvitað það sem mann finnst svo frábært og verður svo stoltur af að tilheyra þannig landi en afleiðingar hrunsins, við sáum þær bara hreinlega í tölum virk. Það sem helst konur úr umönnunargeiranum úr kennslunni og svo framvegis, það sem að fólk var nákvæmlega eins og núna að vinna næstu því allan sólarhringinn til þess að redda málum eða álagið stóraukist, þannig að það tók sinn toll og það tekur svolítið langan tíma einhvern veginn að sýna sig og það gerist með því að fólk að leita til virk og líka fjölgun á örorku sem helst konur eldri en 50 ára og þær líka raunverulega að koma úr þessum störfum og það sem gerist líka það niðurskurður í öllum stuðningskerfum þannig að umönnunarbyrðin eykst og það helst konur sem að axla þá ábyrgð. Þannig að fólk að hlaupa hraðar í vinnunni og heima og það einhvern veginn þetta atriði sem við erum að segja núna af því að fólk að hlaupa hraðar að leggja allt á sig til þess að hjálpa okkur hinum út úr þessu ástandi, okkur hinum sem geta að sitja heima bak við tölvuskjáinn og þannig sýnt samstöðu að þá verðum við að grípa til einhverja aðgerða til þess að
að fyrirbyggja það, að þetta verði aftur afleiðingin, að fólk sem raunverulega bara bera persónulega kostnaðinn af því að leggja sitt af mörkum. Og hverjar verður þær aðgerðir, Sonja? Ég meina í grunninn eins og núna að þá er þetta frábært að sé vera kallinn bakvarðasveit og sé vera að tryggja auka mönnun í þessum geirum, en það er hins vegar ljóst að það er ennþá undirmönnun víða. Það þarf að horfa víðar heldur en bara í heilbrigðisþjónustuna, það horfa í félagsþjónustuna og bara velferðarþjónustuna í heild sinni. Og við vitum það bara eins og í skólunum, það er svo ótrúlegt álag núna og það eru margir sem eru til að þurfa að mæta til vinnu með undirliggjandi sjúkdóma og er bara hrætt eins og hverjir aðrir við veiruna. Þannig að það þarf aukinn stuðningin í öll þessi kerfi, ekki bara út frá undirmönnunni, heldur líka bara til þess að þetta veita góða þjónustu og aukinn stuðning við fólk á þessum erfiðu tímum. Jónsdór, hvað nú velti maður fyrir sig, stóðu við vel áður en að COVID kom? Skiptir máli að svara þeirri spurningu? Er þetta eitthvað fyrir ykkur píratana til þess að kalla eftir skýrslu sem að spyrja því hversu vel var heilbrigðiskerfið undir þetta búið? Eða er það eitthvað sem við eigum að geyma þangað til umhægist að það geti verið valdið brýtt upp samstöðun eða við verðum að deilum það hvort að við værum að raunverulega glíma við arfleifð nýfrjálshyggjunnar að hálfuleyti og COVID að hálfuleyti? Eigum við að einbeita okkur á COVID og geyma svona spurningar þá til seinna? Þetta umræður sem við erum búin að vera með í gangi núna alveg frá fjárlögum fyrir 2015 árið 2014. Þá vorum við að benda á það að heilbrigðiskerfið og við erum McKinsey-skýrslan og McKinsey er alþjóðlegt ráðgjafarfyrirtæki, er ekkert að saka það um neitt sósíalisma eða eitthvað svoleiðis. Það er nýfrjálshyggju kirkja líka við McKinsey. Mætti að segja það. Samt eru sögðu þau í skýrslunni sinu Landspítalann að peningarnir hefðu allir verið að fara síhækkandi í sérgreinalækningarnar, það er að segja, þessar skrifstofur út í bæ, en ekki í Landspítalann sem hefði verið holaður innan og það þyrfti að snúa þessu við til þess að ná heilsteyptri þjónustu. Þannig að það er svo, þess að þú segir, þetta gerir það nú sósíalistar og þeir segja þetta þarna mjög snemma. Það er fyrsta læknaverkfall sögunar 2014-15 áramótin, þeir fá eftir að varð læknaverkfall, fá þeir loksins bót fyrir það sem þeir þurftu miðað við það að vera komin á svipaðan stað á Norðurlöndin, talaði marga lækna, þeir voru frekar sáttir. Herðu, svo bara, hálfu ári seinna sumari að þá fara hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og geislafræðingar og fleiri í verkfall og þá bara sett lög á verkfallið þeirra. Og svo núna í miðju COVID-i þá er ekki sami, þá er sent í gerðardóm annað verkfall hjúkrunarfræðinga. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Ég get ekki lesið öðruvísi heldur en það sem Noam Chomsky bendir ítrekað á að ef þú vilt einkavæða eitthvað sem hefur klárlega verið stefnan þarna leynt og ljóst út eftir allt, stefnan er ekki upp á borðum. Þar við segjum sem Svandís Svavarsdóttir hefur gert vel að nú komið heildstæð stefna fyrir heilbrigðiskerfið en hún hefur ekki verið til staðar. Og hver hefur stefnan verið? Jú, í gegnum fjárlög sem hafa svelt opinbera geirann, sett peningana í hitt og í heildina séð, jafnvel þó þú tekur það saman erum við langt eftir og það sem mér finnst kannski sárast er það í miðju COVID þegar við þurfum einmitt á hjúkrunarstarfsfólkinu okkar og reiðum okkur á að það sé ekki samið við það. Og líka alltaf verið að tala um það, við þurfum að fara í allar aðgerðir sem nú eru búin að kosta okkur 200-300 og endanum 200-300 milljarða og við ætlum ekki að tryggja það að heilbrigðiskerfið okkar getur betur tekið á þessari kurvu. Þar náttúrulega lykilfólk, heilbrigðisstarfsfólki og hjúkrunarfræðingar þar lykil starfsfólk innanborð. En ég held að það sé nokkuð ljóst. Við höfum ekki verið að gera nógu vel frá hruni. Það var heilbrigðisstarfsfólki það er alþjóðleg skýrsla sem við metum bara hvernig heilbrigðiskerfi standa sig og í gegnum hruni þau byggust allir við að myndu fara niður en 2014 vorum við með alla indikator að græna ennþá þrátt fyrir hrunið. En eins og Sonja var að nefna, fólki er löngu margir útbrunnir og fóru eitthvað annað, Þannig að í rauninni er það bara svona, hvað að segja, einhvers konar heppni í þessu öllu saman og kannski var það sem að ríkisstjórnin hugsaði með hjúkrunarfræðingana að þeir hafa enga vinnu núna við það að vera í flugfélögunum út af því að það var það sem var. Það voru bara heilu deildirnar af hjúkrunarfræðingum sem voru frekar þrátt fyrir sína menntun, þrátt fyrir sitt val ævistarf, starfandi sem flugþjónar eða flugfreyjur heldur en að vera að vinna á hjúkrunarheimilum. Nei, segi á spítölunum. Þannig að svarið er klárt og skýrt. Sama hvernig þú lítur á það eða leitar til, sósíalist eða kapitalist eða hvað. Heilbrigðiskerfið var svelt. Við stólum okkur alltaf á þetta fólk og það er misfarið með það.
En þú ert að segja að opinber heilbrigðisstefna, þótt að ekki verið í orði, en þannig hafi verið á borði, kannski síðustu 20 árin, hafi verið svo að svelta á opinbera heilbrigðisþjónustu, sama hvað það kostaði sko verri heilsu, lægri þjónustu, niðurbrot á starfsstéttum, flótta út úr starfsstéttunum, bara eyðilegging á kerfinu, með það heilaga markmið að það myndi skapa grundvöll til þess að flytja þessa þjónustu yfir til einkaaðila. Þannig hafi verið raunverulega einhver stefna sem hafi verið heilagri, einhvern markmið, heldur en heilsa og velferð íbúanna. Ég veit tvennt, ég veit bara staðreyndir í málinu sem að McKinsey lagði niður fyrir okkur að einkageirinn, að þetta var einkavæðing, sem sagt, að ríkisfjármuna í einkageirann í heilbrigðisþjónustu meðan opinbera kerfi var svelt, það er staðreynd. Ég veit líka alveg hver stefna Sjálfstæðisflokksins í þessu máli sem hefur náttúrulega verið í ríkisstjórn meira eða minna síðustu 20 árin. Hún er náttúrulega svo að einkavæða meira. Þannig að ég get ekki lesið öðruvísu og það er bara mjög ljótur leikur að fara þessa leiðina. Það eru meira en síðustu 20 árum, við getum sagt 30 árin eða 70 árin þessum. Þau eru meira og minna að verið í ríkisstjórn. Þurfið Harpa, þið eru í svona talið við ríkisstjórnina í gennum auglýsingatíma og Benni Benediktsson var að svara ykkur núna kökuskreytinga auglýsinguna. Er þetta þín tilfinning að það sé svona stefna hjá hinu opinbera einhvern veginn að veikja opinbera þjónustu og félagskerfi til þess að ná einhverju fram? Stundum hvarflar að mér að því hann veifar alltaf sömu 4 milljörðunum sem hann segist vera tilbúinn að láta öryrkja fá, en er það ekki bundið því að þið samþykkið starfsskipumat eða hvað snýst þessi gambítur sem að samtal ykkar við fjármálaráðherrann er? Það er óskaplega lítið samtal við hann fjármálaráðherra og varðandi þetta starfsskiptamat, þetta snýst eiginlega það að hann telur það sé betra að koma á einhverju starfshæfismati yfir alla þá sem að veikjast til langframa eða slasast og skiptir þá litlu máli eftir sem best veit hvaða aldur þar undir eða slíkt og við höfum þetta bara sett okkur upp móti því, en það veit ég ekki alveg hvernig staðan var í dag ef að við hefum samt einhverjum tímapunkti 2013, 2015 eða 17, 18 samþykkt starfsskiptamat að það bara leitt yfir alla þá sem var að koma nýir og jafnvel gamlir inn á örorku. Þannig að ég held að það hefði sett fólki mjög vonda slæma stöðu í dag, það að enga atvinnu að fá og þannig að ég bara sett stórt spurningamarki við þessa ætlan eða þessar hugmyndir. En varðandi En má ég aðeins spyrja starfsskiptamatið, því það hefur valdið miklum hörmungum í Breitlandi til dæmis og bara menn hafa reiknað að þetta við kosta fólk bara lífið og hrakið marga niður í sko óbærilega fátækt. Er það þannig að í samtölum eða sem að ekki fara fram, eða er það skilaboð fjármálaráðuneytisins að þið fáið þessa 4 milljarða sem búið að eyrnamerkja þessu, ef að maður trúir því sem að Benni Vinsson segir, ef að þið samþykkið þetta, ef þið, eins og biblíunni sko, ef þú ferðu fram og tilbuðu mig að þá færðu alla þínar óskir. Já, það var kannski aldrei skilaboðum sem að við fengum allavega þegar ég byrjaði í þessu starfi, en svo því sem haldið til haga þá er búið að taka af ég man ekki hvað, 2,9 milljarða, 1,1 milljarður eftir. Hluti af þessum peningum var settur í það að draga úr skerðingunni sem heitir krónu móti krónu. Þannig að nú erum við með 65% skerðingu í staðan fyrir 100% á þessu krónu móti krónu dæmi. Og ég hef hvergi séð neina áætlanir það eða neitt hvenær næsta skref verður tekið eða hvort það verður tekið. Þetta svona, síðan var farið í það að bæta eitthvað inn í Tryggingastofnun og hluta þessar upphæð, ég held hvort það voru, ég man ekki alveg 400 milljónir, 400-500 milljónir, það fór í svona að koma því kerfi á sem við köllum nú eiginlega svona samtíma keyrslu á örorkulífeyrir og svona saman við tekjuáætlanir fólks. Þannig að þetta er búið að fara svona í alls konar kannski á alls konar staði en kannski minnst að þessu sér fólk í sínum vösum
Og varðandi þessa auglýsingu og sem við náttúrulega settum fram, við höfum náttúrulega ofboðslega fengið lítil viðbrögð frá fjármálaráðuneyti og fengið lítil viðbrögð yfir höfuð við okkar ákalli sem að Bjarni talar ákalli Öryrkjabandalagsins sem hann heyrir. Þannig að það þá allavega ánægjulegt að við fáum núna einhver viðbrögð. En ég verð samt að segja að ég mjög undrandi á viðbrögðum fjármálaráðherra vegna þessara auglýsingar frá ÖBÍ. Auglýsingar sem sýnir raunveruleikann eins og hann og það kom ég bara í opna skjöldu að hann komi fram með þessum hætti og að leggja minnisblað með útreikningar sem standast ekki skoðun, þar sem hann teflir fram sérvöldum, svona rangfærslum. Ég bara ætla að segja það eins og það og ég líti að ætla að hann sem fjármálaráðherra hafi aðgang að öllum upplýsingar sem varða þennan hóp. En staðreyndin auðvitað svo að öryrkjum hefur ekki fjölgað hlutfallslega á síðustu árum og örorkulífeyrir hefur verulega dregist aftur úr og bara til þess að svona setja þetta í eitthvað samhengi þá eru, af því hann talar um 4.300 manns sem aukningin frá því 2016. En í dag þetta þannig og þar setur hann saman endurhæfingarlífeyrisþega sem eru í dag 2.500 einstaklingar og ekki með örorkumat. Hann setur líka inn þá sem eru með örorkustyrk og svo setur hann inn örorkulífeyrisþega. Síðan dregur hann frá innflytjendur sem hlutfall af þeim sem eru sem taka þátt í þessu samfélagi og hann tekur það ekki með. Og fær út aldrei bjagaða mynd. En einstaklingar með örorkumat í dag eru samkvæmt tölum frá því apríl núna, það eru 7,6% hlutfall af fólki á vinnualdri. Og þar af eru 5.800 manns rúmlega sem eru með einhverjar launatekjur og þar af eru 766 einstaklingar fullvinnandi og ekki á neinum greiðslum frá TR. En þessir einstaklingar telja þetta inn í öllu saman þar sem þeir eru með 75% örorku. Og ef við skoðum þetta hlutfall sem að ráðherra vill meina að nú komið til með að ríða ríkissjóði að fullu með öllum sem leggja til landsframleiðslunnar að þá sést að það breytist nær ekkert. Í raun hefur hlutfall örorkulífeyrisþega af fólki á vinnualdri lækkað eða staðið í stað undanfarin ár og það nú bara hörmungin. Þannig að ég held að geta enginn borið á móti því að sagt að við höfum fengið svo ofboðslega stóra sneiða þessar köku, við sjáum það bara raunverulega að örorkulífeyrir 80.000 krónur lægri en lágmarkslaun og það dregið jafnt og þétt í sundur síðan 2007 og í dag vantar þennan 1/4 upp á örorkulífeyrisþega í jafns við lágmarkslaun. Og það hefur bara ekkert lagast á þessu kjörtímabili sem að Bjarni hefur setið núna. Og satt best að segja, þá átti ég bara auðvitað vona því að fjármálaráðherra tæki þetta alvarlega og líta á þetta sem áskorun til sín að gera betur. En ekki að koma fram með einhverja rangfærslur á þennan hóp sem að treystir á hann og stjórnvöld sína framfærslu og lífsafkomu. Logi, hvernig fannst þér auglýsing Öryrkjabandalagsins með kökuna? Já, hún sýndi í rauninni myndina eins og hún Við búum við kerfi eins og Þuríður Harpa segir sem að gerir öryrkjum ekki kleift að hafa einu sinni lágmarkslaun til þess að fleyta sér áfram og auðvitað eru öryrkjar alls konar fólk og lenda í þeirri stöðu hvenær sem á ævinni. En bara ef við tökum nú barn sem fæðist inn í það hlutskipti, að þá það náttúrulega bara gjörsamlega mannfjandsamlegt þjóðfélag sem að ætlar að búa því barni það að lifa við fátækt alla sína ævi. Bara ef við byrjum nú þar, þá myndum við nú kannski flest geta verið sammála því að það lágmarkið að tryggja þeim að minnstakosti lágmarkslaun. Og það hefur valdið með miklu vonbrigðum að nú Samfylkingin í tvígang búin að leggja fram frumvarp breytingar á almannatryggingum í vor og svo núna aftur í haust þar sem að gert ráð fyrir að þetta verði lagfært og þetta taki mið af lífskjarasamningum.
en þessu sýnt algjört og fullkomið skeytingarleysi. Og ef við setjum þetta nú líka í samhengi við í rauninni það sem Sonja og Jón Þór var að tala áðan, varðandi opinberu þjónustuna sem á í rauninni að halda utan okkur öll, sama hversu heppin eða óheppin við erum með foreldra eða búsetu eða heilsu eða annað, að þá verður maður eiginlega ekki reiður, maður verður eiginlega sorgmæddur yfir því að við skulum vera með þá stöðu núna að það sé vinstri flokkur sem maður gengur undir með Sjálfstæðisflokknum og aðstoðar hann við að halda þessari stefnu á lofti. Og það má bara ekki gerast aftur. Bara með góðu eða illu, þá verða þau öfl sem vilja vinda ofan af þessu óréttlæti í samfélaginu og byggja upp stöður og betri opinberar innviði, þau verða að vinna saman. Það er ekkert val. Þannig að maður er búinn að velta þessu fram og tilbaka og það er alveg ótrúlega fátækleg rök að tefla fram pólitískum stöðuleika sem réttlætingu fyrir því að viðhalda bara þessu óréttlæti sem að Þuríður Harpa er að ræða hérna. Þá viljum við frekar pólitískan óstöðuleika og réttlæti heldur en pólitískan stöðuleika og áframhaldandi óréttlæti. Ég er alveg viss að ef að tekið yrði á óréttlætinu og það færi að glitta í réttlætið, þá held ég að pólitíski óstöðuleikin mundi láta undan. Það gerist ekki á hinn veginn, það er alveg rétt hjá þér, ég er sammála því. Herðu, mér langar aðeins að staldra aðeins við heilbrigðiskerfið, af því að ég hef verið að leita gögnum bara af því að það var svolítið talað fráflæðisvandann á Landspítalanum og voru ég að athuga breytingar á bara leguplássi inn í honum, inn í Landspítalanum og sá þar grein frá lækni sem er að skrifa að þetta var orðið hættulegt, þetta var einhvern tímann hrunið, þar sem hann bar saman að það hefði farið legurými í Landspítalanum hefði farið úr 1300 pluss rúmum niður í minnum í 800. Svo skoðum við hvað er í dag að það er komið í 580, þannig að við vorum með eitthvað að næstu því 2/3 af legurýmunum í Landspítalanum hafa horfið að ná þessum nýfrjálsku tíma. Í Hagstofan birti líka upplýsingar legurými í ýmsum sjúkrarými og hjúkrunarými og rými fyrir geðfatlaða og annað slíkt. Þar er eiginlega þriðjungurinn farinn frá 2007, þannig að þróunin heldur mjög ákveðið áfram. Í læknablaðinu held ég að verið 2013 þá var læknir að skrifa það að við varum komin á háskalega stöðu þar sem að við búið að fækka svo gjörgæslurýmum í Landspítalanum og þau voru komin niður í eitthvað 12 held ég og hann vísaði á það bara fyrir 10-15 árum að þá voru 25 og þannig að það er svo augljóst þetta niðurbrot kannski spítalans allavega viðbragðsgetu spítalans hefur verið minnkað svona mikið. Það sem ég er að velta fyrir mér, að því að það er svolítið vísað, Sonja, þú vísar svolítið til þess hvernig við værum, að verða til bakvarðasveitir og við tökum á vandann. Gæti ekki orðið svolítið hættulegt ef að við sleppum í gegnum þetta COVID án þess að allt bara að það verði fullkominn harmleikur. Ef við sleppum í gegnum það að við lítum svo á að við höfum sigrað COVID með þeirri stöðu sem að við höfðum og þá náttúrulega breytist ekki í framhaldinu. Væri kannski bara betra fyrir okkur að bara horfast í augu við að hversu veikt heilbrigðiskerfið var orðið og að við værum í raunverulega að ræða það, hvernig það hefði mögulega getið orðið viðbragð okkar við COVID ef við hefðum haft heilbrigðisþjónustu eins og hún var bara árið 2000 eða 1995. Það er einmitt spurningi sem maður er raunverulega búin að vera að spyrja sig í mörg ár. Fyrir þennan faraldur er þetta, þarf stórslys til þess að það verði einhverjar breytingar á þessu. En það hafi þetta komið og alveg hræðileg mál fyrir eins og það var hjúkrunarfræðingurinn að dregin til ábyrgðar fyrir dómstóla út af andláti. Og það er fullt af alls konar viðvörunarbjöllur sem hafa kviknað á leiðinni án þess að nokkur grípi inn í. Og ég held það er náttúrulega bara alltaf þessi togstreita að einkavæðingin hún muni skila miklu betri árangri og svo framvegis, alveg sama þótt að
raunverulega bara öll alþjóðleg ráðgjöf sem við höfum, hún segir þetta að þú þarft að búa til kjarnastarfsemi sem að veita bara fyrirtaksþjónustu og þar hefur miðstýringuna með því að hafa yfirsýn yfir hvert peningarnir eru að fara og hvort þú setur ná markmiðum þínum. En ég held að það sé raunverulega búið að vera hola undan þessu kerfi og það einkavæðing svolítið leynt og ljóst hérna í gangi og ég held að margir átti sem þetta ekki á henni almennilega að það búið að veikja þetta kerfi svo munar. Þú veist, í þessu, það alveg ljóst að bankakreppan og sá niðurskurður, hann að skila því að fólk að veikjast út af álagi í vinnunni og það að bera það eitt og í hljóði. Og það auðvitað stóra hætta núna, þannig að fyrir utan það sem ég nefndi áðan að fólk fái ákveðin stuðning, að þá höfum við líka verið með þá kröfu við stjórnvöld að þau veiti starfsfólkinu hvíld og endurheimt. Ef eitthvað vísindafólk á að þekkja fræðina bak við það, þá hlýtur það að vera í heilbrigðisþjónustunni og ég veit að landlæknisembættið meðvitað það, en ég átta mig samt ekki á því hvort það sé verið að framfylgja því. Og það auðvitað það sem að maður svona langhræddastu við. En þú ekki raunverulega að tala að við myndum horfast í augu við álagi sem að fólk vinnur við og kannski þessum stéttum sem þú ert að nefna, við tökum bara sjúkraliða, að þegar að fólk komið á 45 ára aldurinn að þá farið það bara í svona mikla læknisskoðun á 4 ára fresti og ef að það einhver merki kulnun eða líkamlegt slit eða eitthvað slíkt að þá sé það bara sent á heilsuhæli til þess að ná aftur heilsu. Þannig að við horfumst bara í augu við að ástandi sem að fólk lifir við svona erfitt og þess vegna verður að vera eitthvað viðbrögð við. Þetta þannig það? Sko við höfum einmitt oft í kjarasamningu verið með svona lífaldurstengda ákvæði og okkur hefur verið bent á móti að það einfaldlega ekki hægt, eða þú veist, það ekki vísindalegur rök fyrir því að tengja svona ýmist atriði við lífaldurinn. Þetta snýst líka hvaða tækifærið þú færð til þess að hvíla þig og bara sinna þér andlegri og líkamlegri heilsu. Þannig að það kannski stærra mómentið í þessu. Og svona, þú veist, það á ekki að taka gildi fyrir í maí á næsta ári, en það sem við vorum alltaf líka að gera fyrir vaktavinnufólki var með þetta að stytta vinnuvikuna þannig að það fengi hvíldin á móti, af því að 100% vaktavinna á 3 skiptum vöktum, þar að segja allan sólarhringinn, hún einfaldlega þannig að þú nærði ekki eins og lágmarkshvíld samkvæmt Evróputilskipun sem við þurfum að vinna eftir hérna. Það þú veist, það alls konar svona atriði sem enginn hefur gefið einhvern veginn almennilega gaum af því að hvað gerist, fólk bara hægt og hljótt dettur út og það veltir enginn fyrir sér. Fyrr en það kemur á þessum mómenti sem var nefnt hérna áðan að það bara þvílíkur skortur á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum til vinnu að það fæst ekki fólk til þess að vinna þarna. Og þó af áhefði fallið að þá skilaði sér ekki margir tilbaka, það voru bara örfáir, þetta voru miklu meiri svona gróusögur heldur en nokkuð tíman eitthvað raunverulegt umfang. Og sama raunverulega núna með Iceland fólk bara í mjög fjölbreyttum störfum út allan vinnumarkað og að skila sér í bakvarðasveitina, en svona miðað við fjölmiðlaumfjöllun og viðtöl við þetta fólk, að þá finnst mér ekki blasa við að þau ætli sér að vera varanlega. Þetta frambúðar í þessum störfum. Jón Þór, þú nefndir þarna nýfrjálshyggju og ég var að segja að McKinsey væri svona nýfrjálshyggjukirkja. Það ekki sósíalískar tillögur sem koma frá þeim, en samt eru íslensk stjórnvöld bara miklu lengra inn blindgötu nýfrjálshyggjunar heldur en að þeir voru. Þetta náttúrulega ótrúlegt. Það eru fáar þjóðir sem hafa eiginlega gengið þá braut jafn langt og við. En eitt af því sem talað eins og eftir hrunið og þá sérstaklega núna í COVID að nú sé nýfrjálshyggjan ekki bara dauð, heldur það bara almennt viðurkennt út allan heim að hún sé dauð. Hvernig stendur á því að eiginlega stefna stjórnvalda meira og minna í anda nýfrjálshyggjunnar sem að eiginlega allt málsmetandi fólk í heiminum, svo ég veit ekki nú svona til orða, sammála að sé bara dauð hugmyndafræði? Sko, Sjálfstæðisflokkurinn með fjármálaráðuneytið og ef þú ætlar að fá ykkur að peningi eitthvað, þá þarftu að fara og betla til Bjarna og Bjarni segir bara nei. Hann segir bara, hvað segir þið? Erum við í miðju COVID? Eru hjúkrunarfræðingar? Ég lagði til lög á verkfallari hérna fyrir 5 árum síðan og sem var svívirða og það voru 200 hjúkrunarfræðingar sem sögðu upp þá. Við vitum stöðuna og við vitum að hjúkrunarfræðingar eru fastir eins og margt annað heilbrigðisstarfsfólk í ákveðnum vítahring. Það að segja að það eru of fáir sem vilja vinna þar. Því að þeir sem að vinna þar að brenna út og dett upp af. Og þá þarftu að fá fólk inn tímabundið og fólk þarf að taka yfirvaktir sem að kostar á endanum bara svipa á það. Það hefur bara ráðið inn fólkið á betri taxta að byrja með og byggt upp og fá jákvæðan spíral þannig að það getur farið að fúnkera. En nei, það ekki vilji fyrir slíku. Þannig að
sko. En Jón Þór, ég að spyrja það, þú búin að vera í pólitík eiginlega alveg frá hruni, þú varst starfsmaður. Frá hruni, ég er búin að skipta með reynlagspólitík frá hruni, datt inn á þing 2013, já. Og þú nefnir Bjarna Benediktsson, en Donald Trump, hann tvöfaldaði atvinnuleysisbætur. Bjarni Ben bara finnst það fráleitt að hækka grunn atvinnuleysisbætur. Það íhaldsflokkur í Ástralíu sem þykir vera bara stækur nýfrjálshyggjuflokkur. Þar voru tvöfaldar atvinnuleysisbætur. Vegna þess að besta leiðin til þess að ýta undir vöxt í hagkerfinu að auka tekjur hinna verst settu því að þeir eyða þeim strax. Því að þeir eru ekki að setja þetta í koddann eða greiða niður skuldir eða eitthvað. Boris Johnson sem var nú svona harðkjarnin í sjálfstæðisflokknum horfði svolítið til þessara til íhaldsflokksins breska. Hann með stefnu sem eiginlega líkari samfylkingunni heldur en sjálfstæðisflokknum. Ég að spyrja, að því að þú ert áhugamaður pólitík, hvernig stendur á því að við erum með íhaldsflokk sem eiginlega hefur bara eins og þeir hafa ekki samband við útlönd eða hvað að gerast í heiminum? Akkur eru þeir svona út úr korti? Hvað veldur því? Ok, hvað veldur veit ég ekki nákvæmlega, en það ég get sagt þér allavega neitt. Ég nefndi það við Bjarna Benediktsson í matsalnum þegar þau voru að leggja til fyrstu COVID-pakkana, efnahagspakkana, það voru fyrstu aðgerðirnar sem voru farnar í þinginu. Og ég spurði, eru þið búin að skoða það, þetta einhvern tímann í mars, apríl, eru þið búin að skoða það sem Economist, sem frjálshyggið frjálslynd blað sem dreifir vakt nýfrjálshyggjunnar mjög lengi, eru þið búin að skoða hvað það sem þau eru að segja varðandi hvernig líklega þetta muni þróast, því allir í þinginu voru bara að tala, já, þetta er búið í mæ, ég bara, nei, við getið ekki stilt upp efnahagsaðgerðum með þessu búið í mæ, þegar meira þess að The Economist að tala að líklega það, ef þú nærð niður kurfunni, að þá þarftu að dansa á línunni og þá þurfa efnahagsaðgerðirnar að vera þannig að þú getur brugðist við, gefið í og dregið úr, brugðist mjög hratt við nákvæmlega því sem að síðan hefur gerst. Nei, það var bara ekkert skoðað. Það var ekki eins og búið að skoða þetta, það sem grunntímarit varðandi það hvernig það átti að bregðast við efnahagslega. Mér fyrir mig faglega greiningar margar hverjar. Þetta er bara ekkert skoðað. Skatta, þegar kemur bara almennt það hvernig sjálfstæðisflokkurinn horfir á hlutin, Boris Johnson og fleiri. Aftur The Economist kom með frábæra grein fyrir árið síðan hvernig þú þarft að vera með skattabreytingar fyrir 21. öldina. Allir sjálfvirknivæðingun og svo framvegis. Jobless growth búin að vera í gangi í ykkur 20 ár. Það sem þeir nefna þar þú ert að lækka skatta á tekjur og þú ert að auka skatta á fjármagn, þú ert að fara að setja inn eignarskatta og hækka erfðafjárskatta. Sjálfstæðisflokkurinn að fara akkurat í hina áttina. Þannig að ég gæti ekki verið meira sammála þér. Þeir eru í engum tengslum við það sem að gerast í heiminum og þeir eru ennþá fastir í þessari gömlu nýfrjálshyggjunálgun meðan allir aðrir stóru aðilarnir allavega í heiminum að færa sig frá því að sjá þær hörmulegu afleiðingar sem þeir haft og þeir eru hræddir sín kerfi. Þeir eru hræddir það að þeir sé að missa þetta frá sér. Sjálfstæðisflokkurinn er kannski bara svona öruggur með sitt en þá þurfa þeir kannski að horfa til þess að þeir voru ekki fyrir svo löngu síðan 40% flokkur og núna eru þeir dansandi rétt yfir 20%. Logi, þú nú í þingi. Má ég spyrja að því sama, þetta er náttúrulega alvarleg staða því að staða sjálfstæðisflokksins í íslenskum stjórnmálum hefur verið bara miðlæg og hinir flokkarnir hafa eiginlega hringsnúist í kringu sjálfstæðisflokkinn. Þannig bara að saga síðustu 70 ára og þessi flokkur virðist geta pikka bara hina flokkana upp eftir þörfum og til þess að reka sína stefnu. En það er náttúrulega svolítið alvarlegt ef að stefna þessa flokks eiginlega ekki lengur í tengslum við stefnu örgustu íhaldsmanna í heiminum. Nei, þetta er alveg hárrétt og það var þess vegna sem ég sagði áðan að nú verður það bara að gerast að sjálfstæðisflokknum verður neitað sem dansherra á næsta balli. Það verður bara að gerast. Það er nú eins og að þessi ríkisstjórn rauninni skilji ekki eðli kreppunar. Vegna þess að ólíkt þeirri síðustu þó hún hefði auðvitað bitnað mishart á fólki þá fundu allir fyrir henni með mismunandi hætti. Hér erum við hins vegar að horfa á kreppu sem að bitnar langþyngst á því fólki sem að fær ekki vinnu, vill vinna en fær ekki vinnu. Og við erum að tala ungt fólk, við erum að tala konur og við erum að tala erlent fólk sem að hingað hefur komið og drifið áfram hagvöxt okkar síðustu ára. Þegar að það bætist svo við öryrkja og aldraða og annað fátækt fólk
sem að naut þess ekki að fá leiðréttingu sinna hluta í góðæri síðustu ára, heldur þvert á móti dróst aftur úr, þá að teiknast upp alveg hryllileg mynd sem að gæti orðið mjög slæm ef að þetta dregst mikið á langinn. Og þess vegna það ótrúlegt að ríkisstjórnin sé ekki löngu búin að grípa þarna inn í og aðstoða þessa hópa, bæði auðvitað í gegnum almannatryggingar og auðvitað líka hækka grunnatvinnuleysisbætur. Ef að Bjarni Benediktsson hefur áhuga á því að ræða eitthvað hvenær vinnuhvati dettur niður hjá fólki, við hvaða atvinnuleysisbætur það gerist, þá verður hann bara að sætta sig við það að ræða það þegar við erum aftur komin í eðlilegt ástand. Núna þurfum við að vera í neyðarviðbragði til þess að sjá og þurfum ekki að horfa upp á fólk beinlínis, missa húsin sinn, þurfum að neita börnunum sínum allt, geta ekki borðað og upplifa fátækt sem við höfum ekki séð kannski í marga áratugi. Þannig að þetta gríðarlega alvarlegt ástand sem við erum að horfast á. Þar fyrir utan get ég svo tekið undir með Jóni Þór að til framtíðar þurfa náttúrulega stjórnvöld að fara að átta sig á því að þessar gríðarlegu kerfisbreytingar sem eiga sér hér stað kalla á allt aðra lausnir og það auðvitað miklu líklegra að í staðinn fyrir að tímalaun starfsfólks verður skattlagt með þeim hætti sem gert í dag, þá þurfum við að leggja skatt á fjármagnstekjur, á framleiðslu einingar og á auðvitað efnamesta fólkið. En það umræða sem við verðum auðvitað að taka til hliðar við þessa, en núna erum við bara í ofboðslega miklum hremmingum sem að verða að snúast það að aðstoða þá sem eru að fara langvest út úr þessari kreppu. Og það augljóst hverjir það eru. Ég skal taka upp umræðu skattamál. Ég að fá menn á Íslandi fyrir gaman að tala skatta. Þegar það eru margar skemmtilegar hugmyndir sem eru einmitt í deglunni við hvernig á að ná utan svona breytt samfélagum að skattleggja stærð fyrirtækja og hafa ólíka skattheimtu milli smárra fyrirtækja og stórra og sem að því miður bara hafa illa náð inn í umræðuna á Íslandi. En Sonja og Þuríður Harpa, ég ætla ekki að ýta ykkur í að tala svona illa Sjálfstæðisflokkinn eins og þeir gera það piltarnir. En ef við hugsum okkur bara hugsum ríkisstjórnina sem náttúrulega mjög sérstök, sem byggð í kringum pólitíska stöðugleika löngu áður en að COVID og COVID-kreppan kom. Og í sömu þá tökum við svo heilbrigðismálin að þá það stefna VG að byggja upp opinbera heilbrigðisþjónustu. Það stefna Sjálfstæðisflokkinn að byggja upp Sjálfstæðisflokksins að byggja upp einkarekna þjónustu og einhvern veginn virkar að þannig að báðir hafa neitunarvald á hinu, þannig að það hvorugt gert. Þannig að í mörgu leyti virðist við vera að horfa á það aftur og aftur að það verður eiginlega svona ólíklegra að þessi ríkisstjórn geri eitthvað. Getur þessi breyttinnar, meinta breyttinnar, verið ókostur? Eða það kannski bara kostur að við séum með svona ólíka flokka inn í ríkisstjórn sem hafa ólíka rætur út í samfélagið? Má ég byrja á þér, Sonja? Já, sko. Þetta óska viðmælandi BSRB að hafa þessa samsetningu á ríkisstjórn? Ég held að það sé auðvitað dillist engum að okkar megin stef að stuðla að jöfnuði og við erum að krefjast félagslegs réttlætis og stundum kölluð að félagslegan stöðugleika. Og það auðvitað þetta, eins og þú nefndir áðan, að við höfum barist mjög hart gegn einkavæðingu í heilbrigðisþjónustunni. Við viljum tryggja að grunnvallar innviðirnir séu á hendi hins opinbera og séu reknir af þeim og erum að reyna raunverulega að benda líka á það hvar það hefur farið úrskeiðis á undanförnum árum. Ég meina að það ekki bara út frá veirinu, við sáum það líka í veðrinu að raunverulega skortur á innviðauppbygging hvað hræðilega áhrif það hafði og við erum að mínum að sjá það núna varðandi vegina og þetta útboð á vegunum okkar, það að skila einhverju niðurstöðu sem við ættum ekki að þurfa að upplifa. En mér langar aðeins að koma inn á skattaumræðuna af því að það sem þegar maður skoða fjármálaáætlun og fjárlögin núna,
að þá svo sérkennilegt að einmitt áður en að faraldurinn hófst, að þá var auðvitað búið að taka einhver ákvarðanir og það alltaf verið að byggja upp áætlun til 5 ára. Þannig að fyrir utan það sem að gerast, varðandi aukning á útgjöldum, varðandi COVID, þá eru samt raunverulega tekjurnar að minnka af því að það verið að lækka tryggingagjaldið, veiðigjaldið, bankaskattana, það á að fara að lækka fjármagnstekjuskattin og það á að hækka frítekjumark á erfðafjárskatti. Og auðvitað, jú, því ekki að neita, út frá yfirlýsingu lífskjarasamningsins þá líka verið að lækka tekjuskattin en við höfum viljað sjá að hann færi markvissar til þeirra sem hefðu minnst á milli handana. Þannig að eins og staðan einmitt núna, við erum á svo krítísku mómenti í þessum átökum varðandi hugmyndafræði og ég ætla líka að taka undir það en kannski líka að reyna að blása smá baráttuanda í brjóst hjá fólki að það voru örfáir að tala um það og þar á meðal í þessum þætti að við þyrftum að leyfa okkur að vaxa út úr þessari kreppu. Og þetta voru mjög fáar raddir á tímabili. Þetta var ekki bara samhljómur alla eða bara almennt álit og nú hefur það breyst. Og ég held að það sama viðvarandi þetta, því ég meina OECD segir bara skýrum stöðum með kappslokki í svona dreifibréfum og fræðslu ekki endurtaka fyrri efnahagsmistök. Og það þessi stóri niðurskurður sem átti sér stað. Með þess að AGS komið á þá línu að það þurfa að styrkja opinbera innviði. Þannig að umræðan hefur undir það. Við getum styttið þannig að það allir í heiminum nema ríkisstjórnin á Íslandi. Að einhverju leyti, en það pollýana sem ég vil taka í þessu að þó að þetta sé mjög seigt og hægfljótandi að þá held ég að þetta komi á endanum og þess vegna má ekki gefast upp eða fylgja þessu umræðu eftir. Og ég meina við höfum ofta rætt um það að það ótrúlegt að þegar maður talar um fátækt eða þegar maður talar um hvernig fólk að draga fram lífið og örorkulífeyri að þetta algjör þöggun. Maður geti alveg sem verið að tala við vegginn á stundum. Og það eitt að það séu þá allavega viðbrögð núna það gefur mér smá vonarglætu að það sé eitthvað að trekkjast í gang, einhver umræða að fara að byrja og ég ætla rétt að vona að við náum okkar fram í því, allavega við gefumst ekki upp fyrir að svo Nú, að þú nefndir félagslegt réttlæti sem að við sósíalistar köllum bara sósíalisma og þá köllum við líka verkefnishreyfinguna baráttutæki alþýðunnar, baráttutæki almennings. Hvert hlutverk verkalýðshreyfingarinnar í þessu sem að þú ert að leggja fram? Þú ert að leggja fram bara breytingu á stefnu stjórnvalda frá nýfrjálshyggjuárunum að það verði bara lögð eiginlega ný braut að við séum að stefna í aðra átt heldur við ekki að þinga til. Hvaða tæki hefur verkalýðshreyfingin til þess að berjast fyrir þessu? Sem betur fer, svona ef maður horfir til og berur sig saman við önnur lönd, að þá staða samtaka launafólks mjög sterk hér á landi. Og ég meina til dæmis einn vettvangur sem að mér dettur í huga í þessu samhengi þar sem að raunverulega bara viðurkenndi þessi staða í þjóðhagsráði sem við setjum saman í og þar einmitt held ég öll þessi mál sem við höfum rætt hérna í kvöld hafa borið á góma og staða sveitarfélaga sem við höfum ekki farið mikið inn á en á síðasta fundi þjóðhagsráðs og þá var það mikið til umræðu og það verður að segjast eins og að samtök launafólks öll, það ASÍ og BSRB og BHM og KÍ stöndum mjög þétt saman. Og þegar þú ert komið með þennan massa að við erum vel að fulltrúar alls launafólks á Íslandi og þetta þverrpólitísk samtök, þetta bara verkalýðspólitík sem með þessi að stuðla að jöfnuði og félagslegu réttlæti, að það verður að taka alvarlega og þess vegna eins og allt það gerist allt ótrúlega hægt en ég trúi að það gerist á endanum og ég þar og mér finnst það líka mjög mikilvægt hvað við erum samtaka og hvað við erum með skýrar öll hvað þetta varðar. Bara öll þessi atriði sem nefnt, hvort það hækkun atvinnuleysisbóta eða örorkulífeyris eða að verja raunverulega grunninnviðina okkar og styrkja þá frekar en hitt. En þú myndir leggja saman kennarasambandið og BHM og BSRB og ASÍ og tekir öryrkjabandari líka, þá ertu kannski með öðrum megin og samtök aldraðra kannski, félagi eldri borgara, verður með öðrum megin, þá ertu kannski með full samtök sem að spanna kannski 250.000 manns, við getum ekki stúdentasamtökjum með og komin í 300.000 mann. Hinum við borðið sitja málpípur kannski 15 ríkustu fjölskyldur á Íslandi og hingað til að verið, við værum ekki í þessari stöðu nema vegna þess að stjórnvöld hlusta meira á þau. Það þannig í þjóðhagsráði að þungin sem ykkar megin á borðinu hefur svona álíka rödd eða jafnvel vekkari rödd gagnvart stjórnvöldum heldur en fulltrúar 15 ríkustu fjölskyldurna hinum megin. Þú veist, það náttúrulega mjög áhugavert að spyrja að þessu að því ég hef vel eitt síðustu viku í að velta því fyrir mér af hverju við erum komin svona stutt í þessari umræðu, af hverju svona mikil virðing borin fyrir peningum, af hverju stjórnar það öllu í þessu landi
og raunverulega það náttúrulega, þú veist, eins og þetta síðasta mál varðandi COVID-smita á Júlíusi sem að einhvern veginn líka svona hristir upp manni hvað þetta varðar. Mér finnst, þú veist, það tog hvaða hugmyndafræði verður ofan á og það tækifæri núna til þess að fylgja því eftir sem var svolítið að byrja eftir hrunið að það á að tryggja raunverulega samfélagslega lausnir en ekki á grundvelli sérhagsmuna og það við sem erum massinn og við verðum að treysta á það að við höfum afl til þess að breyta þessu. Þannig að ég akkurat þar núna. Ég það líka. Þuríður Harpa, almannasamtök sem eru að berjast fyrir hagsmunum sinna félagsmanna annars vegar og svo ertu með þingið, Jón Þór og Loga sem eru í baráttu annars staðar. Hvert hlutverk ykkar út í samfélaginu eða væri betra fyrir ykkur að hafa einhver tök inn í þingið? Myndirðu vilja fá betri þjónustu bara frá Pírötum og Samfylkingunni fyrir ykkar málum eða færðu nóg? Eru þið samstíga? Já, ég held að við sem samstíga, ég held að það var auðvitað að vildi ég hafa alltaf betri þjónustu og meiri tengsl og fá meiri skilning á því sem við erum að ræða og varandi bara að þið voru nú að tala um skattana daginn, áðan að þetta nýja lágtekjuþrepið sem kom inn, að það náttúrulega okkar fólk var algjörlega út undan þar. Ég meina þetta eru 2.900 krónur sem að einstaklingur að fá á mánuði í skattaafslátt af 255.000 krónum og þannig að þetta ekki, það allur oppinn sem að þessi einstaklingar að hafa og talandi að því að Logi talaði þessa fátækt sem að blasir við fólki að hvað hljóti að vera óbúslega erfitt fyrir þá sem eru atvinnulausir og missa atvinnu núna og börnin þeirra og svona. Þetta nákvæmlega staðan sem að fólk að lenda í sem að lendir í langvarandi veikindum eða slysum, alvarlega slysum og þarf jafnvel að snúa öllu lífi sínu á hvolf og þá voru það fólk sem á þetta börn líka og ber ábyrgð gagnvart börnum og þessi einstaklingar eru kannski ekkert komin mjög langt á veg, margir hverjir búin að safna sér einhverjum stórum fúlkum í lífeyrissjóðum eða neitt slíkt, þannig að þeir sitja uppi með bara mjög lága framfærslu til þess að framflytja sér og sínu fólki og við erum náttúrulega bent á þetta og við sjáum þetta algjörlega að hér vantar gríðarlega mikið upp á að hér bara varandi innviði. Alveg saman hvort við vorum að horfa á menntakerfið eða heilbrigðiskerfið okkar sem að ég ætlum bara að segja frá því að það var markvisst farið að strípa landsbyggðina af bara læknum og sérfræðingum og fæðingaþjónustu og ýmslu fleira og sem að ég get ekki séð í dag að hafi skilað byggðarlögum um einhverju betri málum eða ríkissjóði. Mér fannst þetta mjög sérstaklega aðgerðir þegar ég upplifði það sem að búandi út á landi að allt í einu var búið að strípa sjúkrahúsið af læknum og læknisþjónustu og konum gert að fara til Akureyrar eða Reykjavíkur til að eiga börnin sín og voru kannski að eiga börnin sín bara á planinu fyrir frá kaupfélagi Varmalíð eða upp á Öxnadalsheiði. Þannig að maður hefur bara mjög mikla áhyggjur á þessu og sérstaklega þegar maður upplifir það að kemur fram ríkisstjórn sem talar um velferð og velferðar og velsæld fólks. Og hvaða fólk að tala um velsæld eiginlega? Hvað á þess að velsæld að birtast? Hún birtist allavega ekki hjá þeim sem að verst hafa það. Það ekkert verið að gera þess að lyfta þessum einstaklingum upp. Það ekki verið að mæta fólki núna sem að fara inn á atvinnuleysisbætur og stendur í biðröðum hjá hjálparsamtökum og ég hef bara óbúslega áhyggjur á þeirri vegferð sem við erum á. Það bara, þannig að við þurftum auðvitað að hafa miklu meiri resursa og bara, ég veit ekki, sennilega þurftum við að hafa bara meiri skilning. Það eins og þessi hópar sem fatlað fólk, sem nefnist einnafni öryrkjar, sem langveikt fólk sem fæðist með einhverjar skerðingar af fatlanir og fólk sem fatlast einhvers lífsleiðinni. Og stærstur hópurinn, eins og Sonja bent á, er fólk sem komið yfir 50 og þar konur bara langstærsti hópurinn. Þannig að þetta ekki eins og þarna sé að leggjast upp á
skattborgara landsins, einhverjir sem nenni ekki að vinna, heldur þetta fólk sem bara lendir í óbúslega sárum raunum og áfallum. Þannig að ég ég hef ágjörð af þessar stefnu sem hefur verið. Ég var að vonast þess að við hefðum núna þessi ríkisstjórn sem tók þarna saman og þarna myndi vera horft til einmitt þeirra sem verst er búin að hafa, tóku mest stóra skelli í kreppunni og ég hef líka ágjörð af því núna að við séum að framleiða nýjan hóp af öryrkjum og það er auðvitað ekki það sem við hjá Öryrkjabandalaginu vildum sjá. Við viljum ekki sjá að fólk lendi inn í þessari stöðu. Og það gerir það þegar við búum mikla fátækt til langframa, að þá missir fólk alla von og ég get alveg tekið undir með Sonju að það væri gott að halda í vonina og vera bara á þeim stað að við séum bara að keyra eitthvað í gang sem við byrjum á eftir hrun og það verði bara, framhald á því núna en það verður held ég eitthvað að skipta með brúni til þess að svo það gerist. Jónsvor, nú ætla ég að ávarpa þig aftur sem margreyndan stjórnmálamann. Og þú ert ekki þátt í svona endursköpun stjórnmálanna sem svona hreyfing sem var til í hruninu sem gat af sér alls konar fyrirbrigði og meðal annars spilka. Þegar maður hlustar á Sonju og Þuríði Hörpu þá endur á að það svolítið svona endurreisn verkalýðshreyfingarinnar. Það ekki oft það var ekki áður sem að maður heyrði svona samljóm á milli formanns BSRB og formanns Öryrkjabandalagsins. Ekki svona í náinni fortíð. Við þekkjum öll svona innspýtinguna sem hefur verið í verkalýðshreyfingunni og hún svona gerir kröfu að það heyrist meira í sér og að hún hafi meira með þróun samfélagsins að gera. Þannig að þarna ertu með endurnýjun stjórnmálanna þó að það sé ekki stjórnmálinin á þingi. Getur verið að þið á þinginu ættu kannski að elta forystu þessara breytinga, taka þátt í því. Þið talið báðir það, Jón Þór og Logi, að nú sé komið tími til þess að setja Sjálfstæðisflokkinn í hlé og með öllu því sem á honum fylgir að SA og viðskiptaráð leggi ekki línur þetta lengur, heldur sé lagður hér línur á almannahagsmunum. En þessar stóru hreyfingar sem að finna fyrir sterkari samhljóm núna, þetta kannski forystan sem hefur vantað til þess að drífa áfram endurnýjun stjórnmálanna? Þetta klárlega forysta sem hann þurfti til staðar. Þetta voru í verk og vakning nýrra leiðtogana verkalýðshreyfingarinnar sem fóru basically að standa bara miklu fastar á sínum hagsmunum í staðinn fyrir að vera að ræða einhvern veginn byrja á einhvern veginn að ræða málamiðlanir á forsendum atvinnulífsins inn í einhverju lokuðum herbergjum. Þannig að við sáum þetta og þetta var að sé vanta í verkalýðshreyfinguna. Pírata komur alltaf inn fyrst borgarhreyfingin, svo hreyfingin og svo nú Píratar, það sem ég hef aðstofað við að breyta hlutum hvað varðar í landspólitíkinni. Það þurfti að gerast og mjög mikilvægt og það þýðir að stjórnmálamenningin hefur breyst. Gegnsæi orðið miklu meira upp á borðum. Krafan nýja stjórnarskrá miklu, við vorum einn af þeim sem að tryggðu það að það hélst líf í þeirri baráttu. Núna náttúrulega með átakamætt út í samfélaginu þýddi það með þessum undirskriftum og þeirri grasrótar herferð sem að stjórnarskrárfélagið stóð að þýddi það að núna það aftur komið sem raunveruleg pólitísk áhrif upp á borðið þar sem 42.432 manns sem eru búin að skrifa undir ákall að virða þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þannig ég myndi segja að það verður að vera mjög ríkt samspil varðandi það sem ég hef gert inn á þingi sem kemur á verkalýðshreyfingunni, það er basically að benda á hræsnina þegar að stjórnmálamenn að þiggja sínar launahækkanir, kjararáðs, upp á endanum skila það 2 milljónum í þeirra vasa, var nú ekki meira en það, samt voru menn tilbúnir að setja allt í uppnám, en það skila ekki náttúrulega 2 milljónum í vasa eftir skatthásuleys hjá stjórnmálamennunum, en það sem ég gerði þar, ég fór að stað með verkalýðs. Það þykir há upp að í hugum margar reyndar. Ég ger mig grein fyrir því, en samt, stjórnmálamenn eru með voru þarna fyrir hækkuna með 750.000, eftir hækkuna 1100.000 og þangað til að launaþróunin náði út af sem var frysting, að þá er þetta 2 milljónir. Með svona há laun,
ok, þú þarft að vilja rosalega mikið halda í þessa peninga til þess að vera tilbúin að setja allt í uppnám, þetta bæði samtök atvinnulífsins og aðildarsamtök ASÍ voru sammála það að þetta veri virkilega skapa mjög hættulega stöðu á vinnumarkaðinum. En allan, eitt af því sem ég gerði, ég kærði kjararáð með verkalýðsfélaginu VR, borgaði helminginn á móti þeim, þannig að fyrir 1,5 milljónum mínu var síðan að kæra bara kjararáð til dómstóla og fá það á hreint. Ég meina, nú eru framkvæmdavaldið, kjararáð, búin að segja að þessi hækkun eigi að standa, þingið vill ekki laga það, löggjafinn, en hvað segir dómsvaldið? Og dómsvaldið sagði, nei, þið eruð ekki aðilar máls. Þið eruð ekki aðilar máls, verkalýðsfélag sem að berjast, stærsta verkalýðsfélag landsins var ekki aðili máls á svona hækkun sem að allir vissu og klárlega setti vinnumarkaðinn í uppnám á Íslandi. Nei, ekki aðili máls. Þannig að samspilið þarf að vera ríkt og sterkt og ég fagnaði sérstaklega bara að hvað verkalýðshreyfingin orðin sterk og farin að standa á sínu. Það er ekkert annað sem virkar gagnvart samtöku atvinnulífsins. Þau eru með þau kunna öll brögðin í samningatæknisbókinu, þau sjáu líka bara samningatækninni hans Bjarna Benediktssonar, hvernig hann tekur sér alltaf mjög sterka stöðu, menn hann er öflugur samningamaður út af því að hann stendur fast á þeim hagsmunum sem hann er að verja. Og nú eru komið verkalýðsforystu sem að gerir það. Já, Logi, svona Krata fór ekki eins og þú hlýtur að horfa til sterku almannasamtaka og verkalýðshreyfingarinnar. Á forystan að vera þar eða á forystan að vera á Samfylkingunni? Eða allir að fylkja sér um Samfylkinguna eða alltaf Samfylkingin að fylkja sér um þessa vakningu hjá almannasamtökunum? Ég meina, við höfum að miklu leyti algjörlega samhljóða áherslur stóru verkalýðssamtökunum og mér finnst að við mættum gjarnan vera samstígari og samhentari og ófeimnari bara við að tala fyrir áhrifum hvors annars, einfaldlega vegna þess að það leiðir til betra samfélags. Ég þekki ágætlega hvernig þetta er til dæmis í Noregi og Svíþjóð og þar eru þetta miklu meira í rauninni samtal og opinskárra. Þar tekur verkalýðshreyfingin beinlínis þátt í kosningabaráttu. Ég nú get að segja það að verkalýðshreyfingin hér eigi að gera það, en við getum stundum samt talað meira samtaka í aðdraganda kosninga heldur en við höfum gert, ekkert verið að fela það að það eru andleg tengsl þarna á milli. Ég get tekið undir nánast allt sem að bæði Þuríður og Sonja hafa sagt hér áðan. Og ef að þú tækir nú bækling frá Samfylkingunni og bækling frá ASÍ og þurrkaðir yfir nöfnin á samtökunum, þá held ég að myndi nú kannski vefjast fyrir einhverjum hvor gátt hvað. Þannig að ég held að með samtakamætti þá eigum við að geta náð áhrifum hérna sem að leiði til þess að við sjáum á næstu árum félagshyggjustjórn. Ég tek undir með þeim sem að hafa hérna sagt að við höfum haldið í vonina, en við munum hins vegar ekki vinna næstu kosningar bara á voninni. Við þurfum að gera það með því að sannfæra þjóðina sem að sjálf í viðhorfskönnunum Gallups raðar forgangsmálum nákvæmlega eins og við viljum raða þeim. Við þurfum að sannfæra þetta fólk að það þarf að kjósa félagshyggjuflokka í næstu kosningum. Og nú tala ég á þann veg, ég segi félagshyggjuflokka vegna þess að þó svo að ég sé núna formaður í hreyfingu sem ætlaði sér að sameina alla vinstrimenn, þá verð ég að sætta mig við það í augnablikinu, þá er það ekki að ganga upp, en næstbestu kosturinn er að ég get allavega lagt mitt af mörkum til þess að flokkar sem eru skyldastir mínum bara neiti og hafni þáttöku með hægri öflunum eftir næstu kosningar og myndi ríkisstjórn. En Logi, vandræðin í þessu er að sögulega þá er sá flokkur sem er skyldastur þínum er VG. Já, og ég vil trúa því að tímabundið hafi þau velsta leið, gengið í björg og þaðan viljum við gjarnan fá þau aftur vegna þess að við þurfum líka á þeim að halda ef við ætlum að gera grundvallarbreytingar á íslensku samfélagi.
Ég er sammála því. Félagshyggjuflokkar, já Þór, eru Píratar félagshyggjuflokkar? Ef þú slökktir á mikrofónunum. Fyrst erum við með, grunnstefnan okkar er mjög frjálshyggin, það er að segja verndunarefnum borgarréttinda, en jafnvel lýðræðisumbætur og í lögum félagsins erum við stjórnmálaflokkur sem á að vinna að þeirri stefnu sem er samþykkt í flokkinum og þegar þú ert komin með svona beint lýðræði að semja stefnuna og flestir Íslendingar eru nú svolítið vinstrisinnaðir, vinstra megin við miðju, þá verður náttúrulega sú stefna þannig að stefnan í öllum helstu málaflokkum er vinstra megin við miðju, þannig að hún er mjög lík að mörgu leyti stefnu Samfylkingarinnar, kannski í stóru dráttum þú með svolítið yngra fólk sem er fókuserandi á, kemur fókusin á internet og tæknibreytingar og svoleiðis, þannig að nálgunni verður aðeins öðruvísi meðan að Samfylkingin meira með dýpri rætur inn í fortíðina í því hvernig hlutirnir hafa verið. Þetta spila náttúrulega mjög vel saman. Sósíalistarnir, tölum bara VG, við letum gera skoðanakönnun, Gallup gerir skoðanakönnun fyrir Pírata ári hverju, hvernig fólk vill forgangsraða ríkisfjármálum, annars vegar heilbrigðiskerfi, menntakerfi, almannatryggingar, en við fórum að bæta við inn í þetta, við gerðum þetta í 6 ár, þetta er eitt sem við gerðum þarna þegar var út og við vorum að rífast það þarf meira í heilbrigðiskerfi 2014 og Bjarni sagði bara, nei þetta er allt í góðu lagi og ég sagði bara, þú þurfum að gera bara skoðanakönnun já, þú gerir það þá bara og síðan þá hefur við gert þessa skoðanakönnun og heilbrigðiskerfi er alltaf langefst og þú tekur það saman, þá er það samanlagt með meiri áherslu kjósenda, óháð aldri og kyni og búsetu og fjárhag, þá er það samanlegt með hærri áherslu heldur en allar skattalækkanir. Þetta segir okkur mjög mikið Íslendingar. Íslendingar eru þarna almennt, en það þarf þá þannig að þessi flokkar sem eru vinstra megin við miðju, samkvæmt stefnunni sinni, þurfa þá að sameinast það. Og þegar það kemur að, þú horfir á svo skoðanakönnun og skoðarana, það var við vorum að gefa núna í síðustu viku eða þar síðustu viku og kom út síðasta, og þá sérðu það, vinstri grænir vilja alveg almannatryggingar. Þeir vilja bara aðra hluti meira heldur en almannatryggingar. Þannig að ef þú ætlar að skoða hvaða flokkar og kjósum hvaða flokkar vilja almannatryggingar, þá sérðu það eru Píratar og Samfylkingin, sósíalistar, ég veit ekki hvort þeir settu sósíalist inn þarna, þá þarf að fara að koma þeim inn í þessa könnun ef að Gallup er ekki búin að gera það, en ég trúi nú ekki öðru heldur en að almannatryggingar séu mjög ofarlega þar og það er þetta sem að kjósendur þurfa að horfa til og við sjáum til þess með vinstri græna, þú sér það eftir tekjum og þá ertu með almannatryggingar eru neðarlega varðandi þeir sem eru með 1 milljón plús eða eitthvað svoleiðis og svo fer það alltaf örlítið upp nema svo hrynur það niður í þeim sem eru með lægstu tekjurnar undir 250.000. Það er að segja varðandi kjósendur VG, ekki almannatryggingar, kjósendur VG almennt. Þannig að þið sjá það, VG er ekkert að fókusera á þennan hóp og við sjáum það með, já, það var tekjuskattalækkun sem átti sér stað, svona eins og vorum að tala áðan og afsakið Þuríður, en hún skilaði sér bara ekki til, þannig að ef þú færir tekjuskattalækkun, Meris Economist segir að þú ætti að lækka tekjuskattinn á þá sem að minnst hafa fyrst og þú ætti að fara í neikvæðan tekjuskatt. Það eru borgaralaun á þá sem eru undir skattleysismörkunum. Borgaralaun á þá, takk fyrir. Það er Economist, sem er alltaf vitlausasta hugmynd í heimi fyrst Bjarna Benediktssyni, en þessi ríkisstjórn sýnir það bara, hvernig hún ætlar að fara í tekjuskattslækkun, hverjir njóta þess, þeir sem eru með hæstu launin njóta þess meira en þeir sem eru með lægstu launin. Það er bara raunveruleikinn í stöðunni. Þannig að ef við ætlum að, við viljum náttúrulega stjórn ekki með Sjálfstæðisflokkinn, við höfum gefið það út ár eftir ár, við störfum ekki með Sjálfstæðisflokkinn, við treystum honum ekki, að þá er ekkert annað í boði heldur en það sé miðju vinstri stjórn og Píratar munu að sjálfsögðu standi því og höfum ekki talað við Sjálfstæðisflokkinn varðandi stjórnarmyndun aldrei og munum ekki gera það. Ég held að samtalið væri svo búið ákveðs skjóta inn þessari aukasetningu og bjóst við já eða nei, hvort að Píratar væru félagshyggjuflokkur. En við hefðum náttúrulega getað talað um allt fleira og við vorum ekki byrjuð að tala raunverulega atvinnuuppbyggingu sem er náttúrulega kannski eitt af stóru málunum. En það er svo margt í deglunni og mér fannst þetta mjög fróðlegt að hlusta á okkur í kvöld og þeir sem að fylgst með rauða borðinu hafa átt að segja á því að við það situr yfir fólk sem að
hefur svona væri líklegt að gæti tekið þátt í einhverju svona heilbrigðum alþýðu stjórnmálum. Þetta eiginlega umræðan hérna til þess að sameina þá sem eru líklegir til þess að vilja breyta samfélaginu í átt það sem að fólk hefur lagt áherslu á hér. Það svona kannski eitt í seinustu mínútum þáttarins í því að spyrja ykkur svolítið út í það samstarfið á milli hreyfingarna og svo þeirra sem eru á þingi og hvernig þessi samstaða geti orðið til. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna við rauðaborðið og taka þátt í samtalinu. Þuríður Harpa, Sonja, Jón Þór og Logi. Ég þakka hlustendum fyrir að taka þátt í þessu og gera þetta skemmtilegt með því að hlusta. Hvet ykkur til þess að fylgjast með öðrum þáttum hérna á Samstöðinni. Ég vil að deila þáttum og auka útbreiðsluna því að þetta er svona þá vettvangur sem við höfum meðal annars til þess að byggja upp samstöðu á milli þeirra sem hafa raunverulega ná að breyta íslensku samfélagi þannig að þjóni hagsmunum fjöldans en ekki aðeins hinna fáu. Við verðum hérna næst á morgun klukkan 8 og þá ætlum við að fjalla landbúnað vegna þess að í COVID og í kreppunni þá hefur komið svolítið fram að það sé þörf á að endurskoða það að innlend matvælaframleiðsla skiptir máli. Þetta tengist líka því að ef álverin loka og eitthvað fleira þá opnast tækifæri þar. Þannig við ætlum að tala um landbúnað, við ætlum ekki að horfa á gamla landbúnaðarkerfið, heldur ætlum að horfa fram á það hvernig landbúnaður getur orðið í framtíðinni. En ég þakka ykkur fyrir að vera með okkur í kvöld og segi bara gott kvöld.